Góðan daginn, gott fólk og velkomið. Við erum gengin inn í nýtt ár, árið 2022, falleg tala, báðar tölurnar. Samt finnst manni örstutt síðan, árið 2000 gekk í garð. Og þá voru nú aldeilis uppi heimsenda spár. Og það ekki litlar. Margar vangaveltur það ár, margt skrifað og skeggrætt hvað þá myndi gerast. Og ég ekki að segja að sögur hafi verið skrifaðar, bækur gefnar út, það held ég nú reyndar ekki, en líklega og mjög sennilega hefur þetta sem átti að gerast og engi vissi hvort það gerðist árið 2000 haldið mönnum vakandi bara, já, kannski mörgum sinnum. Og svo ætlar nú blessaða árið 1999 að yfirgefa okkur, þannig það nú alltaf. Og þessi ægilega tala fyrir að sjást á skjánum 2000 maður. Hvað allir margir hafi hlaupið í tölvurnar sínar og kannað ástandi á þeim þegar að það allt saman var komið og hvað mætti þeim? Samóverið hafði árinu undan. Skjárinn birti það sem að á tölvunni var, linkar út allan skjá, mér sér hvað menn vilja hafa mikið af þeim, en allir hafa einhvað af þeim uppi á skjánum. Þetta kom allt. Með öðrum orðum, ekkert gerðist. Með öðrum orðum, enn eitt stormurinn í vatnsglasi í mannheimum sem við búum til, sem við byggjum upp í okkur, sem að færir okkur alls konar ótt og kvíða, en svo var það aldrei neitt af neinu. Ef við skoðum okkar eigið líf, og ég ætla líka að gera það, þá höfum við nú oft svona haft beig í hjartanu, ekki? Ég veit að þú ert jaxl og þekkir ekkert svoleiðis. En ég ekki að tala jaxlana, ég að tala þetta venjulega fólk. Það hefur oft haft beig í hjartanu. En hvað gerðist? Ekki neitt. Í svona 99% tilvika. En samt það nú þannig að sumt gerist og hvað? Það bara gerist. Að sjá að sömuleyti ekki hægt að verjast öllu. Og það ekki hægt að verjast öllu. Það bara gerist. En það sem við óttuðum svo mjög kom aldrei. Frekar en átti að gerast árið 2000, það kom aldrei. Ég veit að margir og sennilega allir sem eru lifandi í dag, já, allavega fyrir nú eftir því hvernig útfættur, fólk sem fætt, segjum kringum 80, 90, mann eftir því, árið 2000 átti þetta bara alltaf að hrynja. Hálfgerð, þetta var bara enn tímaspáin sem hefur gengið yfir þessa jörð með reglulegu millibili og það nú ein í gangi aldeilis núna, loftslagsváin. Nú með hvað allir hún sé í endatíma spánum, ég veit það ekki. En ég held að fingur annarra handa dugi hvergi til að telja það allt saman upp. Svo margar hafa þau nú verið. En ekkert af þessu hefur gengið upp. Og það verður heldur aldrei neitt heimsendir sem slíkur. Biblían talar nýjan himinn og nýja jörð.
ekki heimsendir. Þannig að heimsendatalið er bara sprottið af ótta mannsins, því að maður sem ekki á Jesú sínu hjarta horfir bara á dauðan, sér ekkert meira en dauðan, og það er eðlilegt. Allir menn hafa mist fólk í dauðan, en maður sem á Jesú í hjarta sínu óttast ekki dauðan. Hér er einn sem óttaðist dauðan og var tíma bara skelfingu lostinn af þessari hugsun dauðan. Ég veit að þú þekkir ekkert svoleiðis heldur enda jaxl. En ég er ekki að tala til jaxlana núna, kannski geri ég það sem heldur venjulegs fólks. Og margir, kannski við öll, höfum aldrei, sennilega öll, einhvern tíman staði andspænis því að óttast þessa skelfingu sem er dauðinn. Það er alveg eðlilegt, því að dauðinn er skelfing. En inn í það get ég sagt þér gleðitíðindi, hann heitir Jesús. Hann kom, vissulega dó, en reis upp og sagði, Konráð, svona mun líka ske hjá þér. Ég spyr, hvernig má það vera, herra? Þú trúir á mig, segir drottinn. Þetta nafn Jesús í mínu hjarta sér drottinn, það blasir við honum þegar hann horfir á mig, blasir við honum og er auðvitað staðfesting til mín á hvað ég auðvitað trúi og meira. Hei, þessi náungi mun rísa upp. Andi hans, hinn raunverulegi konni, mun stíga upp og fara þangað sem að drottinn er. Þú út í bláin að tala svona? Það bara fer eftir því hvar þú ert, minn kæri vinur. Ef þú trúir ekki á Jesús, þá er þetta algjörlega út í bláin. En ef þú trúir á Jesús, þá segir þú, yes, svona er þetta. Algjörar andstöður má sjá í afstöðu manna, hvort sem það er trúað eða vantrúað. Trúin segir, þú myndir rísa upp. Og trúin bendið er á upprisu Jesú. Hann var svo fyrsti. Hann opnaði leiðina. Hann mun gefa öðrum færi á að fara sömu leið. Þannig að dauðinn í Jesús er horfinn. Það er nú bara þannig. En líkaminn heldur áfram að detta út af og lognast út af og verða engu. En það ekkert verið að tala líkamann. Líkaminn safnar alls konar á sig. Líkaminn tekur í sig sjúkdóma. Líkaminn verður veikur, lasinn og þú leggst í rúmið vegna veikinda. Og þetta hreinur að þér á sínu tíma, en þú, andiðinn, hinn raunverulegi þú, stígur upp. Þá kemur í ljós hvað þú valdir. Ég valdi Jesú. Jesú valdi mig, réttara sagt. Af hverju velar hann ekki alla? Spurði hann sjálfur. Ég veit það ekki. Ég veit að hann valdi mig og þú segir, já, hann valdi líka mig. Hann á marga í þessari borg. Af hverju? Spurði hann sjálfur. Ég veit það ekki. En þetta er staðan. Og þetta fólk sem hann kallaði og valdi mun, eins og hann, ekki deyja. Og þú getur fengið þetta. Drottinn fer ekki manngreinar áleitt. Hann tekur alla. Hann velur sjálfur. Af hverju velur hann ekki alla? Spurði hann sjálfur, ég veit það ekki.
Já, þú getur alveg beint orðunum þínum í þess átt. Spurðu hann bara sjálfur. Hvað það spyrja mig? Ég er ekki máttugri maður en þú. En ég á trú. Og hún býður mér að tala alls konar, til að mynda þetta. Það er minn réttur að tala með þeim hætti sem ég tala, að því ég þekki Jesús. Hann hefur lagt orðið í mitt hjarta, að því ég þekki Jesús. Hann hefur gefið mér orð Guðs, að því ég þekki Jesús. Og hann hefur gefið mér vilja til að lesa og fræðast upp úr bókinni að því að ég þekki Jesús. Sjáu ekki mikilvægi þess að þekkja Jesús. Hve margir þekkja Jesús? Hve margir þekkja Jesús eins og Jesús er birtur í orði Guðs Biblíunni? Hve margir? Ég veit það ekki heldur. En ég vil hvetja menn sem hafa heilagan anda að fræða sig upp úr orði Guðs. Eins og við höfum oft talað hérna, við skulum bera sjálf ábyrgð á trúari. Er það ekki farsælast? Já, sumir eru nú svo svakalega biblíufróðir. Ég veit það, að sumir eru svakalega biblíufróðir og biblíufróðir með réttu. Vert þú þessi svakalega fróða manneskja í biblíunni? Af því að þú getur það. Þannig að þú skalt ekki horfa til þessa svakalega fróða biblíumannesku, hvort sem það er karl eða kona. Þú getur auðvitað bara virt það sem að þau hafa lært og þú getur líka sagt, hei, ég vil komast á þennan stað sjálfur og sjálf. Þú hefur allt í þér. Allt þetta sem þetta fólk hefur í sér sem gerði það að þessu svakalega fróða biblíufólki. Þú skal bara koma þér á þennan stað sjálfur og sjálf. Og hvernig gerur það? Spurðu þetta ágæta fólk hvað það gerði. Og ég veit líklega svarið sem er að ég sökti mig bara niður í orð Guðs. Það er nú aðferðin. Ég segi við þig, gerðu það sama. Þannig að þú verður þessi svakalega fróða biblíumanneskja sem að þekkir Jesús vel, þekkir hann eins og hann er upp úr biblíunni, því þar er allt hann sem ég og þú þurfum að vita til að skilja hver hann í raun og veru er. Samt skilur maður líklega aldrei allt sem hann er. En nógu mikið samt til að átta sig á mætti hans og megin, getu hans og getuleysi okkar eigin holds og anda eða okkar eigin veruleika til að gera nema sund. Við þurfum á honum að halda sem er ein kennslan upp úr biblíulegum fræðum. Og svo rosalega fróði í biblíunni hlýtur því að vera með þetta alveg á tæru, hvað þetta varðar. En er það? Ég veit það ekki. Akkur segi ég þetta? Að ég veit ekki allt alla menn og ég þakka Guði fyrir það að svo er. Og mér nægir alveg að vera með sjálfan mig fróðan í biblíunni, hvort ég sé fróðar en aðrir, var það með ekkert en það engin metnaður að vera öðrum fróðar í biblíunni. Ef ég væri að metast eitthvað það, þá væri ég bara í heiminum ennþá, því hann er að metast allt og ekki neitt.
En Drottinn býður okkur ekki að taka þennan pól í hæðinni. Heldur vera með báða fætur á jörðinni. Já, báða fætur á jörðinni, með okkur sjálfa í lagi hvað Guðs orð varðar. Ef þú vilt fara þessa leið sem ég veit að þú vilt, erum við saman að tala um vinnu, minn kæri vinnur. Vinnu. Hvernig lístur á það? Já, ég hef nú engan tíma í þetta. Nákvæmlega. Og hvað gerir í því? Spurðu Drottinn. Ég er nokkuð viss svarið frá honum. Þá er rétt, segir Drottinn, að ég komi inn í lífið þitt, svo skulum við skipuleggja lífið þitt upp á nýtt. Og vittu til, segir Drottinn, hverjum degi myndu alltaf fá tíma til þess að eiga samfundi við mig. Með beinum hætti, augliti til auglitis, eða í gegnum orð mitt, segir Drottinn. Þannig nú sér það afsökuninni farin. Hvað tímaleysi varðar. Við höfum oft bent á það að Drottinn segi, leitið fyrst ríkis míns og réttlætis og þá mun yður veitast allt þetta að auki. Þannig við erum ekkert að taka neitt frá okkur sjálfum sem okkur langar til að gera, þó við gefum lifandi Guði tíma á hverjum einasta degi. Að því við erum að tala um algóðan Guð sem virðir rétt mannsins, sem virðir þrá hans og langanir, já langanir. Allt vegna þess að þú þekkir Krist eins og hann er. Er það hægt? Það er hægt. Eða svo langt sem það nær og manninum ætlað að gera. Sá svakalega biblíufróði veit allt þetta mál. En svo svakalega biblíufróði sem að tekur stöðu sína rétt er ekki að blása sjálfan sig upp af því hann veit mikið lifandi Guð. Svo fyrir utan það og stórlega efast að hann leiði í eitt einasta skipti hugan að akkurat þessu máli. Hann er yfir slíkt hafinn í raun og veru. Hann er með báðar fætur enn á jörðinni. Sá sem einhvern veginn tekst á flug vegna þess, hann er svo fróður í Biblíunni, ég reyndar þekki engan slíkan segjum það, hann er raunulega maðurinn sem er ekki með báðar fætur á jörðinni. Við köllum slíka menn monthana. Þannig að við skulum ekki vera monthanar. Heldur fólkið með báðar fætur á jörðinni. Ef þú skoðar verk Drottins, hvernig hann aktaði og hegðaði sér, sjáum við að hann var alltaf með báðar fætur á jörðinni. Hann mat alla menn jafnt. Og hvar var hann? Inn í þessum hópi. Sem, hvað? Einn af öllum hinum. Þannig vill hann að við séum. Þannig var hann. Aftur sjáum við fyrirmyndina sem hann er í raun og veru. Og staðfestuna og kennsluna að allir menn séu jafnir. Þannig að goggunarröðin okkar, einn alveg vá, hann er svo klár þessi, svo hinn bara, við sjáum hann ekki, hann er svo lélugur, er ekki inn í huga niður mynd Drottins. Goggunarröðin, sem við erum allt og oft föst í, hefur heldur betur speglað mannlífið. Það ekki? Hvað ert þú með marga í metum hjá þér? Kannski einhver.
kannski upp undir það fellur fram fyrir honum. En ég segi þér, hann er ekki þessi virði. Því skal ég lofa þér. Og ef þú þekkir viðkomandi eins og hann er, hreinur það mál allt sjálft sig. Ég lofaði þér því líka. Þannig að þú skalt bara horfa af þessu og sjálfa þig í spegli og segja, hei, þú ert nú bara ágætur sjálfur og sjálf. Þú hefur lagt margt gott til mála. Þú hefur oft komið með góðar ábendingar og ráðleggingar og stundum hefur verið farið eftir þeim. Segir þú við sjálfan þig í speglinum. Og svo, hvað er ég þá að kvarta? Þetta er að vera maður. Maður sem hefur rétta sýn á sjálfan sig fyrst og fremst, það er mjög mikilvægt. Og að því hann hefur rétta sýn á sjálfan sig, þá sér hann allt í miklu réttara hætti en hann gerði ef hann er með einn alveg bara vá og annan alveg bara ekki sjá hann og þar á milli. Núna er hann með sjálfan sig í jafnvægi og hvað þá? Allir eru bara á sömu línu. Allir menn. Allir þessi menn og konur eru misstætt fólk. Hann þarf ekki að horfa nema í eigin barm til að sjá það og sannfærast um. Þetta gerir hann að einhverju sem Drottinn hefur byggt upp í viðkomandi. Þannig að goggunarröð hjá kristnum manni á ekki að vera til, en sé hún til, þá skyldi hún hætta núna. Goggunarröðin mín er ekki augnayndi Drottins. Hann segir allir menn séu jafnir og það sé einn sem tróni yfir, Jesús. Það snýst öll boðinin, öll þekkingin, allt sem við ættum að vilja vita, snýst að vita það að Kristur trónir yfir. Hann er turninn. Hann er turninn sem blasir við öllum kristnum mönnum hvar sem er í heiminum. Þeir horfa allir á sama turn og hann heitir Jesús. Sama turn. Er það ekki annars rétt? Hvar sem nafnið er kallað, þá er þetta nafn Jesús allan heim. Hefur verið frá því að hann stíð upp, settist til hægri hönd föðurins og stofnaði söfnuðinn, kirkjuna, á hvítasunnudag. Og við lesum í postulasögunni stórmerkilega frásögn af því og meira, hvernig þeir til að byrja með störfuðu. Já, þeir voru út á götunum. Þeir boðuðu á götunum. Þeir héldu hópinn, voru saman. Þeir seldu eigur sínar. Ég er ekki sammála því að það hafi verið vilji Guðs að þið gerðu það. En ég er sammála því hvernig þeir unnu. Ef þú skoða þá sögu, og sérðu veikleika manna spretta upp eins og gorkúlur. Hvar til að byrja með? Ananías og Safaría. Sem hvað? Voru ég og þú? Það er ekki að láta bara hluta. Þeir fatta ekkert og bara segjum að 10 milljónir og við látum bara 1,5. Það veit enginn hvað við fengum fyrir þetta. Og svo kemur framlagi frá þeim að 1,5 milljón. Hvað hefur komið fyrir þau þarna Safari og Ananías? Svo koma þau, fiskkallinn, alveg bíspertur,
og hann bara fær yfirhalningu. Pétur spyr hann, er þetta andvirði eignarinnar? Já, sagði Ananías og bara bang, ding, datt dauður niður. Þannig endaði það nú. Svo kemur konu Greyið, það gerði sama. Hún játaði það, eða sem sagt viðurkenni ekki að það hefði verið eitthvað svik í tafli, en hefði hún gert það, já við létum ekki allt að hendi, við verðum sammála um það, viðurkenda fyrir Pétri, þá hefði hún sennilega lifað. En hún var staðráðin í því að bara taka undir með hinum, vegna þess að hún vissi í raun og veru ekkert hvað fyrir hann hefði komið. Ef hún hefði vitað það, þá eru svona 99% líkur á því að hún hefði bara játað sökin á sig. En hún vissi það ekki og endaði því niður á 6 fötunum bara eftir augnablik. Þannig við ljúgum ekki að heilögum anda, við ljúgum ekki að lifandi Guði. Svo fyrir utan það þýðir það ekki neitt og það að slíkt þýði ekki er rosalega öflug kennsla. Ég man alltaf eftir því fyrir margt löngu. Þá var ég heima. Ég held ég hafi nú verið að lesa þá í orði Guðs. Allt henni skýtur þið niður í hjarta mitt að Drottinn, hann er að horfa á mig í þessu, bara það sem ég er að gera. Ég skynjaði þetta þannig. Og svo kom hugsanir á borðið það, hann veit allt sem ég er að gera. Og ég sagði við sjálfa mig, til hvers að reyna að vera eitthvað að fela einhvað sem er að gera. Hann veit þetta hvort þið er allt. Nei, og hvað verður eftir þegar þú kemst á svona löguðu? Heiðarleiki. Engin feluleikur. Og þetta er sannleikur sem þú veist jafnvel og ég, að Drottinn sér hverja þína hreyfingu. Hann veit þér í sitt, hann veit þér í stend. Svona talar orðið. Þið sjáu að undanskot og undansláttur eru útilokuð andspænis lifandi Guði. Við vorum að tala áðan Safari og Ananías sem reyndu þetta á sjálfum sér og allur söfnuðurinn var vitni að því. Þau vissi ekki neitt. Þau vissi ekki annað en allt hefði verið bara samkvæmt því sem þau ákváðu. En Guð vissi það sem þau vissu ekki Alveg svo ég skynjaði, þá hefðu þau kannski geta skynjað þetta líka, en þau gerðu það ekki vegna þess að þá komin óheiðarleiki upp í hjartanu og þegar það kemur upp, þá ert þú hættur að sjá Drottinn með réttum hætti. Og hverjum er það að kenna? Ef við viljum finna eitthvað sökudólg þar, þá verðum við bara að benda öllum fingurum á okkur sjálf. Þetta er allt saman undirstrikun og árétting þess mikilvægi þess að boða og kenna og benda mönnum á orð Guðs og segja þú verður sjálfur og sjálf að bera ábyrgð þinni trú. Var það ekki þessi ágætu hjón sem gerðu það upp sín á milli? Já, við erum með, látum bara 10% af þessu, ætla þessi ekki bara fín. Jú, það er bara fínt maður, þá getum við bara gert eitthvað sjálf fyrir sjálf okkur. Þetta er eðlileg hugsun, en röng að því leyti til, því allir voru búin að ásetja sér það, andspænis lifandi Guði, heilögum anda, að gera þetta með öðrum hætti. Og þar stóðu hnífurinn í kunni þegar eitthvað brast í hópnum. Og það brást þarna, þau brugðust, þessi ágætu hjón. Þannig að þessi staða sem er komin upp, segi ég
getur ekki hafa verið vilji Guðs. Verið að undirlagi lifandi Guðs. Það getur ekki hafa verið með þeim hætti. Þetta komst maður að þegar maður fór að skoða betur þennan atburð. Biblían er til þess að skoða aðeins betur. Þá kemur nýtt ljós á sömu atburði. En frumkirkjan, ef við horfum fram hjá þessu atriði, er rosalega flott hvernig hún vann. Og það er til mikillar fyrirmyndar og ég man eftir því þegar ég sá það, þá heillaðist ég svolítið af því dæmi. En ég sagði, en ekki þetta sem ég var að tala um áðan. Það var ekki vilji Guðs að þetta er gert. Líklega vegna þess að þegar peningar eru komnir inn, þá byrja svo margir að horfa undan. Ég hef hérna með 1 milljón, hvað ég gera þetta? Ég bara láta þau hafa þetta allt. Ég held nú ekki. Svona hugsanir og pælingar. Í mannlegu samfélögum mun þetta alltaf koma upp. Af hverju? Nú tölum við aftur og enn einu sinni veikleika mannsins. Og hvað gerir mannin óöruggari heldur en það er hugsanir að fjárhagurinn verði ekki nógur til framfærslu. Það er ömurleg hugsun, en hún er fullkomlega eðlileg og verður eðlilegri eftir því sem að peningarnir skipta okkur meira máli. Og hvenær en í dag hafa peningar skipt okkur meira máli en akkúrat núna. Það sem umræðan er aftur og aftur meira fjármagn. Það vantar fjármagn þarna, það vantar fjármagn þarna og þeir sem eru með fjármagn framlög segjum frá ríkinu, þau eru endalaust að kvappa meira. Við þurfum meira. Og svo eru þau með alls konar rök það af því að þau fá ekki meira og benda á uppsagnir fólks og ég veit ekki hvað og hvað, af því að fólki er að fara vegna þess að það fær ekki meira. Peningar, minn kæri. Svona eru þeir. Og þetta er alltaf fyllt manni. Það fylgdi líka manni og konu á tímum Nýja testamentisins. Við sjáum merkið í þessum ágætu hjónum. Þau skulum bara láta smávegis þessu. Sér það enginn. Gamli óheiðarleikinn komin upp. En auðvitað er Drottinn að minna á sjálfan sig. Hann sagði, ég sá þetta. Og ég heyrði orðin sem þið strengduð frammi fyrir mér, segir Drottinn. Og nú eru þið búin að brjóta þau. Ég hef áður talað og get alveg talað það aftur. Ég strengdi heit frammi fyrir Drottinn, ekki gera það. Ég bið þig bara í guðanabænum að gera það ekki. Nefnum þú sért 100% viss. Og ég ætlaði að gera eitthvað ekki, ætlaði að gera eitthvað ekki og sagði að Drottinn, ég ætla bara að standa þarna og svo stóð ég það ekki. Nokkrum dögum seinna komu þessu orð til mín, gerðu þetta aldrei aftur. Fyrir mér voru þetta ekkert svo merkilegt, persónulegt prívat, ekkert merkilegt, sagði ég. En það sem var annað í þessu, að ég talaði við lifandi Guð og ekkert minna heldur það. Og hvað? Hann veitti þeim viðtöku. Og þetta er alvöru mál að tala með þeim hætti við Drottinn, því hann veitir þeim viðtöku. Þannig að það er eins gott fyrir þig og mig að standa við það sem við höfum sagt. Þannig talaði hann við mig. Gerðu þetta aldrei aftur. Ég man alltaf eftir þessum gríðarlega þunga sem þessum orðum fylgdi. Og þér að segja,
kæri vinur, hef ég aldrei tekið sénsinn á neinu slíku. Ég segi við þig, ekki strengja heit frammi fyrir Guði nema þú sért örugglega vissum að geta staðið. Eftir þetta hef ég alveg látið af öllum slíkum heit strengingum. Og hvað gerir maður þegar maður strengir engin heit? Ég skal segja þér það. Þú gengur fram í þessum degi í öllum þeim heiðarleika sem þú átt til. Þannig gerum við þetta. Og við gerum þetta þannig að því við gerum þetta rétt sem við erum að gera, hvað erum við að gera þá? Búa okkur góða framtíð. Er það ekki það sem orðið kennir? Við erum nefnilega að búa okkur góða framtíð og það eitt og sér er stór merkileg hugsun. Framtíðin er óráðin. En þú getur búið þér til góða framtíð, en þú gerir það ekki með óheiðarleika dagsins, heldur með heiðarleika dagsins. Og þar kemur trúin til hjálpar með öflugri hætti en nokkuð annað getur gert í þessu lífi. Þetta mætir þér allt inn í framtíðinni. Þú vilt að hún mæti þér brosandi og falleg. Og framtíð segir það við mig, Konráð, ég vil mæta þér brosandi og falleg. Svo segir hún, hegðaðu þér vel í dag, umfram allt, lifið í sannleika og lifið í heiðarleika, minn kæri. Þá mun framtíðin brosa við þér þegar þú kemur inn í hana. Framtíðin er fyrir framan þig, segir framtíðin við mig. Þú veist ekkert hana, en orð Guðs er að reyna að kenna þér það að það sem þú gerir í dag mætir þér þar. Hver dagur er á sinn hátt sáðkorn ofan í jörð. Og líf manns allt er þakið sáðkornum. Hve mörg af þessum sáðkornum voru góð sáðkorn? Ég veit það ekki, en örugglega eitthvað af þeim voru góð, en mörg af þeim voru það ekki. Og hvað gerðist? Allt þetta mætið þér inn í þessari framtíð. Þannig að þú sérð mikilvægi boðskapar lifandi Guðs sem talar aftur og aftur með þessum hætti af því að hann vil búa þér góða framtíð. Þetta er nefnilega mjög merkilegt að tala með þessum hætti því að þetta er svo mikill sannleikur. Hver veit þetta ekki? Spyr ég nú bara. Við vitum þetta öll. Þannig við skulum leggja við eyrun þegar orð Guðs er talað. Því að það sem orð Guðs er að segja hér til að mynda skilja allir menn. Allir menn vita að það sem þeir eru að gera, sýsla við og fástuði núna, mætir þeim í framtíðinni. Þannig við skulum sá góðu sæði og uppskera gott af þessu fræi. Það er til gott sáðkorn og það er líka til vont sáðkorn. Alls konar ónýtja jurtir skjóta rótum og spretta upp. Við vitum af þessu. Við vitum að alls konar illgresi sækir í matjurtagarðan okkar. Og hvað gera þessar vondu jurtir? Taka næringuna frá þessu sem að þú ert að gera, góðu jurtunum. Og hver verður uppskeran? Ef þú gerir ekki neitt, þá gæti hún orðið afskaplega rýr.
og ég get lofað þér því að það kveikir ekki þitt fallegasta bros. Þannig að til þess að forða þessu, þá vinnur þú þá vinnu sem að dagurinn færir þér. Ég veit að þér finnst það leiðilegt, líklega, að reyta arfa þegar kartöflur annars vegar, en það nú eitthvað sem að menn gera nú samt. Það að segja nú eitra menn, eða má nokkuð eitra orðið, ég veit það ekki. En menn sumir gerðu það allavega og hinir með grænu fingurnar fóru og reyttu bara þennan arfa. Svo eftir ákveðin tíma og kartöflugrösin orðin viss stór, þá tóku þau yfir. Þá var ekki lengur hætt á því að arfinn tæki yfir. Þannig að þetta var viss tímabil sem þetta allt saman var og við skulum nota þennan dag til að láta gott af okkur leiða. Hljómar það ekki bara vel? Í svona byrjun árs, þá myndi ég segja, gerum þetta og sjáum uppskerun af því í Jesú nafni. En séu þetta gott og Konráð og núna friðust og þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.